Jössevinnar Jössevinnar þinn og am Uppvæða allsræðra Jössevinnar þauðbraut Já, sæl aftur og velkomin í þennan síðasta þátt ljóðamála á Almannafæri. Já, þetta fer að vera búið, þannig að já, ég veit ekki bara hvað við erum að gera á okkur þegar við getum ekki verið hérna að hanga með austurríska njóstasjónvarpinu okkar hvernig næsta dag. Ég veit það ekki. Ég veit allan að fyrir mig, þá vona ég að óperurnar hljóta nú að fara að opna aftur og ég get farið að spangóla fyrir tekníska þjóð. Nú eða bara leggjast í sólbað ef allt fer að versta veg. Njóta Prag vorsins sem að verður kannski betri en 68, má vona það. Já, það er spurning hvort það fara að koma smá bylting, sko. Vorið er búin að vera svona frekar shaky, sko, pínu íslensk vor, þannig að maður er ekki alveg að treysta því, en það hlýtur nú að koma. Hlýtur að koma, sko. Og ef ekki, þá bara verður maður að reyna að lesa ljóð eða pæla í hvort þið getur gert þetta aftur á árið, þú veist, þegar við fáum frákvæðsenginin, sko. Og jafnvel að fara til rakara þegar þeir opna. Bara möguleikarnir eru endalausir, eða þeir verða það vonandi, bráðum aftur. Já, það vonum við. En við þurfum allan að klára þetta fyrst. Já, mikið rétt. Og næst förum við, byrjum á Akureyri. Og þar er hún Sesselja Ólafs, vandræðaskáld sem er næst síðasta skáld ljóðamála þetta árið. Hún lærði leiklist og leikstjórn í leiklistarskólanum Kata í London. Hefur leikið bæði hérlendis og erlendis í kvikmyndum á sviði. Þar á meðal leikur hún Melody í The Circle, Ylfu í sjónvarpsþáttaröðinni Föngum, Sessi í Shakespeare eins og hann leggur sig og Dimmbjörgu og Móra í Galdragáttinni. Og þá hefur hún samið handrit tveggja stuttmynda sem hún leikstýrði svo líka. Annars vegar Umskipti eða Turn sem kom út fyrir einhvern 2 ára síðan. Og svo Betur sjá augu sem verður vist frumsýnd á einhverju kvikmyndahátíð fljótlega. Þið hafa bara augun opin fyrir nánari fréttum af því. Þetta er alltaf frekar ótrúlega hvað hátíðir verða og hverjir ekki. Já, en það er nú bara þannig. En þá er Sesselja einn af stofnendum bæði Green Duetsins vandræðaskálda og leikhópsins Umskiptinga. En undir þeirra formerkjum var hún í höfundateymi revíu, einleiks og tveggja leikrita. Núna síðast Galdragáttinni og Þjóðsögunni sem gleymdist, sem sýnt var í samstarfi við Leikfélag Akureyrar. Hún samdi auk þess helming söngtextana og tónlistarinnar sem er í verkinu. Vá. En já, það er Kári Liljendal sem bankaði upp á hjá Sesselju og myndskreitti ljóðin. Svo við segjum bara gjörið þið svo vel. Gullæðar. Hver var ég þegar mér leið eins og úr mér gæti ræst? Þegar ég var óráðinn draumur sem beið ráðningar, svo eitthvað gæti sefað dreymandan. Ég gref glópagull fyrir gráðuga kaupmenn, það til mig svíður í sótugt hreistrið sem logar í skugganum. Kappreiði. Bíddu, ég er ekki tilbúin enn. Ég þarf að pakka saman byrðinni, gera hana bærilegri svo ég geti haldið áfram. Bíddu, ekki svona hratt. Ég þarf að skilja hana, aðskilja hana og mig. Bíddu, hvers vegna hlaupa þau öll? Hraðar og lengra, með meira á bakinu, en ég get hugsað mér að sleppa. Ég heiti Sesselja Ólafsdóttir og mig langaði til að segja ykkur aðeins frá mínum uppáhalds ljóðabókum. Fyrst og fremst ber sjálfsögðu að nefna Svartar fjallarir eftir Davíð Stefánsson, en fyrir það sem mig þekkja þá vita þeir að þetta er mín uppáhalds ljóðabók frá örófi alda, eða frá því ég var í menntaskóla. Þá keypti ég þessi bók, en það var ekki nóg með það vegna þess að
ég var að vita hver munurinn væri á þessari, hvenær kom hún út? Einhvern tímann 2000 og eitthvað, væntanlega. Og fá vita muninn á henni og 1919, 99 kom þessi út. Mér langaði að vita hvort að hún hefði breyst mikið á þessum árum af því að hann alltaf var að breyta útgáfunum og svoleiðis. Og ég fór sem sagt á Amtsbókasafnið á Akureyri og fékk lánaðar bara í lestarsal sem sagt upphaflegu útgáfuna 1919 og bara þar saman orð fyrir orð, ljóð fyrir ljóð. Það hversu bilaður aðdáandi ég var í menntaskólanum. Og ég sem sagt gerði athugasemdir alls staðar þar sem var annað orð eða önnur orðaröð eða það sem vantaði ljóð. Það var búið að klippa út nokkur ljóð og þau skrifaði ég einfaldlega fremst í ljóðabókina. Þetta var svona, það var til dæmis búið að klippa út hjónaband og Bartólómeusar nóttin og þær eru þessar vísur allar, eða þessi kvæði og kvöð Þannig að þetta svona fyrsta ljóðabók afskrifin. En það eru fleiri ljóðabækur sem ég þykir afskaplega vænt og það á meðal Guðnýjar hver eftir Guðnýju frá Klömbrum. En þetta náttúrulega merkileg ljóðabók fyrir það að hún kemur út að henni látinni. Hún náttúrulega fékk aldrei að gefa út ljóðabók meðan hún lifði og hennar saga rosalega sorgleg og ég lék hlutverk hennar í leikriti sem var sett upp 2015 á Möðruvöllum í Hörgárdal. Og eftir ég var búin að leika þetta leikrit þá var ég að tala um þetta við hana, ömmu mína, og hún gaf mér þessa bók. Hún átti hana inn í skáp. Og mér þykir það afskaplega vænt hana, því mér þykir svo vænt sögun hennar, þetta er svo falleg saga og hún var afskaplega falleg manneskja. Og ströndum manni nærri, hafandi verið sett sig í hennar spor. Svo önnur hún fáist nú örugglega hvergi. Hún heitir Ljósblik og nefnilega eftir langömmu mína. Og ég fékk hana þegar hún dó, þá held ég hafa verið prentaðar nokkrar bækur svona í minningu hennar. Og hún samdi rosalega mörg ljóð og kvæði og svona sem eftirmæli ættingja og svona, þannig að maður getur séð alls konar ættingja sína það sem hún hefur ort til þeirra. Og svo líka bara almennt lífið og tilveruna og uppáhaldsljóði mín það eru hesta og kindavísur. Það er bara nöfnin á kindunum og þetta er bara heillangt kvæði sem er bara hægt að lesa fram og tilbaka alveg og heyra mjög fyndin og skemmtileg kindanöfn. Og að síðustu þá ljóðabók sem maður ætti kannski ekki að vera að sýna þegar þetta er alveg einstakt. Þetta heitir Ljóð til systur minnar. Og þetta eins og sést, þetta upphaflega ljóðabók eftir einhvern allt annan. En þegar ég bjó til London, þá fann systir mín þessa ljóðabók á bókamarkaði og hún strikaði yfir og gerði þetta þannig að þetta fjallaði eiginlega okkar samband og málaði alveg heilmargar fallegar myndir inn í þetta. Og mér þykir rosalega vænt þetta af því að margt af þessu mjög skemmtilegt hvernig hún hefur leikið sér með formið. Og þetta náttúrulega þekkt að fólk gerir stundum svona ljóð, það klippur út úr dagblöðum og þetta hreinlega klippt út úr ljóðum einhvers annars. Og mér þykir rosalega vænt þessa. Og þetta eiginlega svona mínar uppáhaldsbækur, þessar geymi ég allar á hillunni í svefnherbergi og gríp í þær þegar sáir allir á mér. Því það eru allar með svona mismunandi tilfinningar. Fornleifar. Það voru alltaf menn en ekki dvergar sem grófu of langt í græðgi sinni og vöktu upp kol og olíu, mengun og plast. Og það mun einkenna okkar setlag í framtíðinni. Ef nokkur verður til að veita því athygli. Kannski verður fólk horfið eða hætt að grafa. Þol. Lýsandi blóm sem sveigist í gólunni.
leggst niður í stormi og hlustar á sín eigin blöð, tipla gætilega á krónunni. Bíður, rís varlega upp í logni og geislar friðsamlega. En ég umber storminum ekki bræðina, heldur öskra á móti og sker hann með stilknum. Því þó ofsinn brjóti af mér blöðin, þá stend ég með sjálfri mér og þá kannski nær hann ekki til lyngsins. Jæja, þá er bara komið að loka atriðinu hjá okkur. Já, heyrðu, einhver óráðan á bakvið. Kvikmyndatökumaðurinn, hann sem sagt er svona íhuga uppreisn. Hann Darrell vill endilega fá að komast og taka nokkuð ljóð sjálfur og spila eitthvað hljóðfæri. Enda búinn að standa þannig bak við kamerunni allan þennan tíma og skiljanlega fyrir löngu búinn að fá nóg allir röflunni okkur. Og við samþykktum þetta af gefnum ákveðnum skilmálum sem voru þeir að við fengjum fyrst að röfla þessu mann. Einmitt. Og nú byrja ég á því. Það er sem sagt hann Darrell Jónsson sem er eins og nafni gefið til kynna verstur Íslandingur sem er getinn í Alaska og fæddur í Seattle í Bandaríkjunum. Hann er að eigin sögn allsherjar tilrauna listamaður. Er vídeólistamaður, tónlistamaður, ljóðskáld, tölvugúrú og mannfræðingur og var líka eitt sinn ötull tónlistarblaðamaður. Mikið rétt. Hann var einmitt mikið að stúdera rímur þegar hann var á Íslandi svona einhvern tímann snemma á 9. áratugnum, ef ég man það rétt. Þar sem hann var sérstakur læri hjá Reyni Steingrímssyni sem var mikill rímnafræðingur og þá var hann einmitt ritstjóri og höfundur þessarar bókar hérna, einn af 3 höfundum. Þetta er hvorki minni en A Complete History of Icelandic Music, Ancient and Punk og þeir sem að unnu þetta með honum voru þeir Robert Wyman og sjálfur Dr. Gunni. Og svo hefur hann stúderað tónlist miklu víðar, Spáni, Marokkó, Suður-Afríku, Suður-Ameríku, já, mikið rétt. Og ég pottið að gleyma ykkur. En núna er hann sirkustjóri, hálfgerður, hjá Urban Space Epics, sem eins og við tölum fyrr í þáttunum að myndi útleggja sem game opera í borgarlandslagi, eitthvað slíkt. Og þetta er sem sagt listahópur, þar sem eru tónlistamenn, dansarar, myndlistamenn, og ljóðskáld. Ertu ekki einmitt ljóðskáldið í þeim hópi? Jú, segur. Og við höfum flutt þetta víða, ofta samt bara hérna í stúdíónu, hjá Darrell sem að venjulega lítur allt öðruvísi út og það er hljómborð og píanó og alls konar tónlist og grímur og alls konar græjur út allt. En svo hefur hann Darrell líka skrifað þessa bók hérna, smá process-up sem heitir XYL, The Spectacular Suicides of the Acrobatics of Logic and Sensibilities. Já, það munar ekki það. En þá er bara röðin komin að honum Darrell og verður ekki vaktaskipti á kamerunni. Þú ferð á bakviðana og hann fyrir framan hana. Það er eitthvað að sjá kameruna. Já, til tilbreytingar. Og ég segi það bara, strákar, gjörið þið svo vel og góða skemmtun. Particles of dreams and symbols rolling. In orbit, they maintain the symbols rolling. Particles of dreams and symbols rolling. Rolling, rolling, rolling. Our city is protected by naked women. At sunset, they stare at the sky. At night, they strip and fly above the blockaded skyline, to where they all meet at the satellite of technology and witchcraft.
they have 12 wolf opposites. In orbit, they maintain formulas that map trajectories of creative integrity. Its odd salient oaths and daytime promise, its potentials and magics and labours. Particles of dreams and symbols rolling, the fog of pastel, the mist of clarity, 2 twigs of time, a pinch of space and a dash of salt. Stirring it like a transcontinental locomotive, splatters of golden sound break against the waiting ears below, like going to a 3-day party, shifting its features and particles. This faceted ocean breaks, a wave in space, against the waiting ears below. The animals inside them begin to pose and idyll. Inner elegance shines through all the complexes cast on them. Pain erupts on their skin, and their homes boom into organisms full of mountains and inner stone dwellers. Then one starts, says something like, "It makes me want to hoot, it makes me wait to hoot, it makes me, shakes me, it makes me, it enchants me, it cures me, it sends me, it shapes me, it molds me wait." A collar, formed of the jungles, tree-born jewels, its leaves and photosyntactodiams, its rain-polished nodes of stemming gladness, its metalled flowers and charged feathers, a collar of blended bounty. Then it is broadcast time. The orbiting naked women and their wolf apostles take a moment from their good ratios to lighten up the general circumstance in every inner sight, wherever hats, helmets, headdresses and asteroid umbrellas are hung on a cosmopole. This is known as Epiphany on-ramp via tarmac of the catharsis that lasts longer than the night is through, the breakdown that is not the break-up, the exalting of the overspilling, and it is only the first, breakfast full of daylights, with many more good to go. Rolling above the blockaded skyline, and their homes boom at the satellite of technology. In orbit, they maintain above the blockade, particles of dreams, dreams, rolling, dreams and roll, dreams and scramble. Scratch, 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 scratch. Sniff, 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 sniff. Run, run, run. Scamper. Rules the world tonight. The possum rules this town. Anyhow. Stacked lumber,
molded lumber, rotting pieces of logs. The insects and reptiles that will future march through here. The possum rules the world tonight. This town, anyhow. The possum's looking for food and ruling the night. Ah, when will we? Pterodactyls wander in the dreams of the possum. Oh, possum dreamer. Oh, possum dreamer. Já, takk Darrell, kærlega fyrir og takk öll fyrir okkur og bara sjá sem allra fyrst og hver veit, jafnvel bara úti eða inni með ljóðleitur innan annað fólk. Þess væri nú óskandi, en sama hvernig fer, þá þakkum við fyrir okkur og hvetjum ykkur til að vera áfram sem allra mest, ljóðamála og almannafæri. Já, og svo bara við að heilsa, við þrjú, öll saman. Sivina þinua, uppvæða allra Sivina þinbraut. Hvað snemnar af Sivina þinua. Sól hér sortna stígur Voldimar, hverf af himni heiðar stjörnur. Heisar eimi við algjörnar, leikur hár hiti við himinn sjálfan. Hvað snemnar af Sivina þinua. Hvað er það?